Helgi Rúnar Bragason, ég segi bara velkomin aftur í Grindavík. Hérna þetta ertu alinn upp og sleist þínum barskóm. Jamli, hvernig var tilfinningin að koma í þetta hús sem andstæðingur? Tilfinningin var bara mjög góð. Ég var hérna búinn að hlakka mikið til þessara helgar. Þetta hérna svona fyrsta sem maður skoðaði þegar maður sá rósterinn hvar og hvenær við gætum átt þetta comeback hérna. Það eru nokkrir Grindvíkingar í liðinu og mikla taugar sem að hérna þar hafa nokkrar að koma hingað heim og hérna ég er bara mjög ánægður með þetta og spenntur og þetta er búið að vera erfið vika svo sem hjá okkur öllum og hérna mjög tilfinningamikil og þung en ég held að ég er bara gríðarlega stoltur af stelpunum hvernig það kom inn í þetta og náða svona mótivera sig. Þetta var hörku leikur og hefði alveg hefði getað farið á raun á báða vegu. Varstu sáttur við frammistöðu þinna stelpa? Já, ég bara get ekki annað en verið það. Minna, okkur er ekki spáð mikilli velgengni í vetur og það var gríðarlega mikið brottfall á mannskap fyrir veturinn frá fyrra tímabili. Þannig að miðað við hvernig þetta er að spilast hjá okkur, við erum búin að vera búin að sigra 2 leiki af 4 og báðir þessi tapleikir eru að tapa bara á síðustu sekúndunum og þannig ég get ekki annað að vera stoltur af hvað þær eru að bregðast við svona ungar og margar óreyndar. Það er bara rauninni 1 til 2 stelpur sem hafa átt einhver almennilega mínútur hérna frá síðasta tímabili sem eru núna með. Þannig að þetta er bara frábært. Og annar leikur eftir innan við sólarhring. Hvað er planið í kvöld? Og fram að leik. Hvernig ætlar að koma þeim? Þetta verður bara stutt recovery eins og við áttum svona daginn líka og komum frekar þreyttar í seinni leikinn en núna ætlum við bara að finna áfram þessa heildni sem er í hópnum. Hún er óbúslega rík og sterk og við ætlum að fara allar og eiga góða stund með leiðtoga til margra ára í liðinu sem að hefur átt erfitt vikuna eins og allar. Þannig að við ætlum að þjappa okkur saman í kvöld og mætum bara klárar á morgun. Ok. Verði eiginlega að fá að spyrja út í dómarana. Ég var nú nálægt þér og þú virtist ekki alveg vera sáttur alltaf. Viltu eitthvað? Já, þetta er rosalega erfitt. Ég svo sem auðvitað verður maður líka kannski sýna þessu dómurum meiri skilning. Þeir eru jafnvel óreyndir og ungir kannski í þessu eins og líka mitt lið. Ég er að sýna mínu liði skilning fyrir mistök og auðvitað má maður kannski gera það líka hjá þeim en mér fannst þetta að vera svona á köflum vera halla svona fullmikið á okkur og ekki mikið samræmi í þessu hjá þeim. Þannig að það er kannski það sem ég var svona eiginlega að kalla eftir og ég meina þeir vita það og töluðu við mér finnst bara mjög gott að tala við þessa þjálfara og dómara segja og en allir eru að læra og ég sjálfur, það er allir að læra og ég bara vona að þeir hugsi eins og við leikmennir og þjálfararnir að gera sig betur fyrir næsta leik. Er það ekki þá bara áfram gakk og halda stíðanum? Ekkert annað í boði og ég meina, ég segi það að Grindavíkurliðið er lið sem á að vera alla daga í efstu deildinni og þetta er bara forréttindi fyrir okkur að fá að koma og spila móti svona toppliði. Bara liði sem á sína sögu í þessari efstu deild, þannig að ég held að við bara eigum að njóta þess að vera og leggja okkur alla fram og þá er allt hægt. Við sjáum það allan dag, við eigum alveg séns og við mætum með sama hugafar á morgun, þannig að það verður ekkert gefið eftir. Takk fyrir.